Þegar hausti gengur í garð og hefðbundnum veiðitíma lýkur, næla margir stangaveiðimenn sér í sumarauka og fara í sjóbirting. Sjóbirtingur er sjógenginn urriði. Hann veiðist víða land en í mestum mæli í Vestur-Skaftafellssýslu og þá sérstaklega í nágrenni Kirkjubæjarklausturs. Grenlækur er dæmi hreina sjóbirtings- og sjóbleikjuá þar sem að draumurinn laxi náði aldrei tökum á bændum. Í flestum ám er veiðitíma lokið enda kemur von það kom fram í miðjan október. Menn gera sig klára í sjóbirting í Grenlæk. Það er kalt en dásamlegt enga síður. Kvísl úr Skaftá rennur niður í hraunið vestan Kirkjubæjarklausturs og þar síast jökulvatnið og streymir fram blátært og heitir þá Grenlækur. Áin rennur langan veg eldhraun en neðan hraunkantsins líður hún votlendisengjar og sanda allt að Skaftárósi. Það er kominn tími til að gera stöngina klára og á sama tíma er gestgjafinn Hörður Davíðsson frá Efrivík að leggja net sín í Víkurflóa. Það er stöðuvatn rétt við bæinn með aðgang að sjó og vænni veiði. Það er ekki slæmur kostur að vera með matakistu sem þessa við túnfótinn. Auðvelt er að ímynda sér lífsbjörgina sem fólst í slíkum hlunnundum þegar hart var í ári. Fyrst reyna menn fyrir sér í landi seglbúða þar sem áin rennur síðasta spölinn í hrauninu og er hver veiðistafurinn öðrum fallegri á þessum kafla. Hlý föt eru nauðsynleg því allra veðra er von á þessum ástíma. Þó sólin sé ávallt kærkominn er ekki svo þegar reynt er við sjóbirtingi. Hann er afar ljósfælinn fiskur og tekur litarhátt sinn úr umhverfinu og á skömmum tíma getur hann skipt lit úr silfruðum í sandgráan. Það er 8 stiga frost, heiðskýrt og norðan strekkingur, ekki beint spennandi veður til að renna fyrir sjóbirting. Þó veiðifélagarnir hafi óskað þess að vera hér í hita og súld þýðir ekkert að gefast upp. Þeir hafa skipt liði og reyna mismunandi veiðistaði með ólíku agni. Það hefur verið narta hér og þar, en það vantar allan kraft í þetta. Lítill urriði stenst ekki mátið, en farið að fara frjálsferða sinna. Ég er búinn að vera svolítið tíma. Þetta er engin óskabyrjun, en þeir vita sem er að birtingurinn er dyntóttur og því halda menn ótrauður upp með ána. Fossheilurinn er einn af þekktari veiðistöðum í Grenlæk. Hér bunkast sjóbirtingurinn á göngu sinni upp ána. En það þarf að fara varlega í svona björtu veðri til að styggja ekki fiskinn. Oft má sjá stórar göngur í hylnum, en í svona birtu liggur hann gjarnan undir hvítfrissinu. Rúnar Marvinsson listakokkur og veiðimaður af Guðs náð reynir fossheilinn fyrstur. Kokkurinn, sem er frægur fyrir sjávarrétti sína, beitir rækju. Það fær daufar undirtektir, jafnvel þegar maðkurinn er reyndur. Það er illa hreyfing að sjá þennan kalda og bjarta haustdag. Rúnar er vanur veiðimaður og veit að hér þarf að sakka vel og grípa til pungsökkunar. Allt kemur fyrir ekki. Þetta er dauft. Veiðifélagarnir eftirláta Rúnar í fossinn og næsta nágrenni og halda upp að efstu veiðistöðum árinnar. Vetur konungur gerir vart við sig og ummerki hans sjást langt fram eftir morgni. Grenlækur, sem sumir kallar reyndar Grænalæk, er ekki síður álitlegur fyrir veiðimenn á efsta svæðinu og þegar svo langt er liðið á haust
geymir Grenlækur margan sjóbirtinginn hér efra. Það er þægilegt það sem er svona straumur eins og er í þessum híl hér. Dálítill gróður í botni og hef svona 2 metra taum í ferskvatnsflotinu neðan í því. Og hef síðan 2 mjög litla króka og með beitu á. Annars vegar laxarhrókn á öðrum og maðk á hinum. Og síðan læt ég flotið renna niður hílinn og held í það og síðan þegar ég sleppi í það þá sekkur beitan sem sagt niður á þann stað sem þú ert að reyna að ná í fiskinn á. Það er Magnús Sigmundsson tónlistarmaður sem hér lýsir aðferðinni við beituveiði og sandlitaður sjóbirtingurinn stenst ekki agnið. Þeir fara vítt veiðisvæðið og eru komnir að híl þar sem að straumröst sker hílinn miðjan. Þeir vita sem er að fiskurinn liggur í straumskilunum. Það hefur fæst í vöxt á seinni árum að veiða sjóbirting á flugu og hefur svo veiðiaðferð margsannað ágæti sitt. Menn nota ýmsar flugur til að freista sjóbirtingsins, litskrúðugar, stórar og smáar. Stórar straumflugur þykja mjög öflugar þegar sjóbirtingurinn er annars vegar. Þessi strengur er kjörinn fluguveiðistaður og komið að Pálma að reyna fyrir sér. Það er svolítið sérkennileg tilfinning að veiða þarna í hrauninu og ímynda sér gufustrókan og háaða kvissi þegar eldurinn stíflaði Skaftá í mesta hraungos á sögulegum tíma og ganga svo 200 árum síðan gróið mosavaxi hraunið og veiða sjóbirtingu fallegri á. Þetta er gullfallegur fiskur maður. 4 punda fiskur. Þessi staður er ekki verri fyrir beituna og Magnús verður að prófa. Eftir að hafa rennt einu sinni er hann á og nú er bara að missa hann ekki.
Það er búið að veiða nóg í matinn og liðið á daginn. Funheit húsin í Efrivík og fullveðsunum veislu hjá Rúnari gera menn heimfúsa og þegar rendir í hlaðir og þið aldimmt. Ég veit ekki, mann eftir einni, allir á svona svolítið sérstakri og fórum á Arnarvatnsheiðina og lentum í nokkur saman. Lentum í bandvitlausu veðri, sko, roki og rigningu og þurftum að fara bara aftur tilbaka yfir í Húsafell. Og þegar við komum yfir í Húsafell þá átum við beituna. Það voru reyndar ekki ánamaðkar, sko. Við vorum með smokkfisk. Það voru nú sumir svolítið kindarlegir á svipinn, þeir höfðu aldrei smakkað smokkfisk áður en það fór nú fljótlega af þeim eftir að smakka því þetta er náttúrulega eins og alþjóð veit hið mesta hnossgæti. Hvert er leyndarmálið við að elda góða silung? Ég veit það ekki. Ég náttúrulega, ef það væri eitthvað leyndamál þá fengir náttúrulega ekki að vita. Ég veit ekki, ég held að þetta sé svona bara mátulega. Ég held að sé nú reyndar alveg sjálfsagt mál að elda yfirleitt ekki fisk eða mat mjög mikið. Þetta er ekki leyndamál. Spurningin bara að elda þetta hæfilega mikið. Náttúrulega alveg klárt mál að það er alveg sérstakt bragð af þeim ef það er veiði á sjálfur. Það er ekki spurning. Það er svo vel drekni, sko. Rúnar er árrisull og byrjar daginn niður við Víkuflóð og vitjar netin. Þó stangaveiðimenn líti jafnan á netaveiðar sem lítt spennandi og jafnvel óæskilega veiðaðferð eru netakallar hreint ekki á sama máli. Þeir segja fátt annað skemmtilegra en að vitja á góðum degi og þar að auki sé aflinn ólíkt meiri en að stangaveiðimenn eiga venjast. Eitt eiga þó netakallar og stangaveiðimenn þó örugglega sameiginlegt er gleðjast þegar vel veiðist. Það er ekki laust við að Rúna sé oflítið súr í bragði því að skyldan kallar á hann vestur á firði til veisluhalda. Ekki bæti þessi fagri morgun skapið því að betra veður til veiða er varla hægt að biðja stillt, hálfskýjað og nokkurum gráðum hlýrra en í gær. Hann tekur nokkra væna fiska með sér í veganesti og heldur síðan í bæinn. Það er komið fram á morgun, nú á að veiða flóðið. Þó Rúnar sé farinn, setja hinir fram bátinn. Það er allt á ferð og flugi. Morgunverkunum þarf að sinna bæði hjá dýrum og mönnum. Það er óvenju mikið af fugli við flóðið. Álftinn unnir hag sínu vel á þessum slóðum en marka má fjöldan sem tekur á móti veiðimönnunum. Flóðið í Grenlæk er margt sérstakt. Þarna er mikill gróður í botni og sef vex á bökkum. Flóðið fyllist ofta sjóbleiki og sjóbirtingi sem getur orðið ríga vænn. Þorlákur Stefánsson frá Arnardrangi segir að 20 punda sjóbirtinga hafi verið nokkuð algenga sjón þegar menn veiddu í net í Grenlæk fyrir tíma stangaveiða. Jæja, maður! Hey.
glæsilegur þessi maður. Sko. Nú tími geldfisksins sem gengur frekar seint upp í flóðið og hann frekar smár. Göngurnar eru hins vegar stórar og hér allt fullt af fiski. Vorveiði leyfð í Grenlæk og víðar á þessum slóðum og eru skiptar skoðanir ágæti vorveiðarinnar. Það mál manna að veturlega væri að sleppa henni með öllu og færa heldur veiðitíma fram á haustið. Hann vanngjafur í tökununa þegar komið svona mikið logn. Varar sig hérna betur. Er í bökkuðu þá? Jæja. Bara að fara að nota viðbjóðan. Til að ná þessu. Þá hérna. Smá helvíti kvikindi. Já, fór. Fyrir nokkrum árum voru grafnir skurðir til framræsingar ofan við flóðið og ánni veitti í eitt samfelldan skurð þar sem hún áður hafði runnið sanda og mýrar. Við þetta jókst sandburður til muna og frábæri veiðistaðir ofan flóðsins urðu að engu. Staðir sem gáfu oft mikinn hluta veiðinnar. En það jafnast fátt við það að eyða degi við veiðar í flóðinu. Það er algjör undantekning að menn fari með öngulinn í rassinum frá þessum veiðistað. Veðrið leikur við þá félaga og geldfiskurinn tekur grimmt. Það er komin drjúgur afl í bátinn áður en vita af. Hann virðist taka allt þessa stundina og það getur hætt jafn skjótt og það byrjaði. Fuglinn, fiskurinn og öll þessi stórkostlega náttúra greipist í hugan og geymist þegar heim er haldið.